Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Þetta staður sem við höfum verið á áður og kunnum vel við, æ betur. Þannig með allt sem snýra drottni Jesú að við kunnum æ betur við þessa staði. Og við viljum varðveita þá og vernda þá eins og við getum og drottinn stendur með okkur í því, þannig að við höldum bara áfram. Látum ekki ykkur ytri aðstæður trufla það neitt. En ytri aðstæður, þær vilja nú stundum reyna og þannig bara eru tímarnir í dag. Við skulum bara búast við því að meira verður slíkt í framtíðinni. Ekki svo að skilja að við séum neitt að búast við neinu nema bara góðu og þess vegna bara horfum við til Jesú og það er ekkert nema gott að hafa. Hann hefur ekkert breytt sér. Hann hefur yfirhöndina í öllum kringumstæðum og aðstæðum og þetta er auðvitað hvatning til mín og þínum að gera bara verkin okkar áfram. Því hann hefur ekkert breytt sér. Hann er ennþá aflana sem ekkert annað mun yfirvinna, yfirtaka. En við aftur á móti erum veiklunda fólk og gætum alveg látið leiðast í þessa átt og hina vegna þess að við erum ekki á verði. Og svo fyrir utan það að þá er trú allra ekkit neitt sérstaklega öflug og allt og margir eru með veika trú og eru í þessu kristna dæmi vegna þess að þeir kunna því vel en hafa aldrei almennilega náð tökum á hver Jesús er. Og þeir leggja ekkert á sig þá vinnu sem þarf í verkefnið. Og það er nú hvatning með svona þáttum og öðrum þáttum sem í þessum dúr að ég myndi að fá menn til þess að taka sér svolítið taki hvað þetta varðar. En það er líka það eina sem ég og þú getum gert. Því að ef einn og annar sér ekki þetta hjá sjálfum sér, hvernig á ég þá koma honum leiða honum sannleika, leiða til hans sannleika, ég get það ekki. En ég get aftur á móti og þú og við getum aftur á móti talað sannleikan í þeirri trú og í þeirri von að hann bara meitli sér leið í gegnum steinin og opnist og hafa hljúan og það opnist leið fyrir orð Guðs til viðkomandi. Ef einn getur séð dýr drottins þá getur hver sem séð. En þetta tekur allt tíma og kannski maðurinn á þeim stað að hann hefur aldrei vaxið neitt að þessu leiti upp til drottins og því alltaf á sama stað og þetta sjáum við reyndar því miður aftur og ítrekka hjá sumum einstaklingum. Og hvað ætlar að gera í því? Þú getur ekkert gert. Þú getur aðeins gert það sem þú hefur verið að gera, sem sagt, haldið áfram. Við þurfum að hugsa okkur sjálf fyrst og Jesús saman og svo vöxum við í trúnni, en það er ekki trúarvöxtur annarra. Af hverju vöxum við í trúnni? Að því við erum að gera það sem drottinn er að bjóða. Ég prívat geri það sem drottinn er að bjóða og minn vöxtur er í samræmi við það og hann er að bjóða öllum eitthvað hlutverk. En áhaldum hvort þeir sé að rækja þessi hlutverk sín og sinna þeim. Þar liggur vöxturinn. Ef menn eru uppteknir við einhver vonbrigði heimsins og stoppa bara þar. Nú, hvað getum við gert í því? Við getum ekkert gert í því. Við getum látið mæðast með þessu fólki en til hvers er það? Hvað er uppbyggingin sem ég þarf að fá á að halda ef ég er að láta dragast með að einhverju mæðu og einhverjum orðum manna sem eru endalaust í einhverjum vonbrigðum? Ég vil ekki vera þar. Ég vil bara lofa minn drottinn og leyfa honum að lyfta mér upp. Já, ég þarf á því að halda. Og ég vil halda áfram að hvetja menn til þess að vera menn trúarinnar og menn og konu trúarinnar og vera bara stopp þar. Það hefur gagnast mér best í þessu lífi og ég hef reynt sama og allir aðrir í þessu lífi en ég hef farið þessa leið að leyfa bara orðinu að lyfta mér upp til þeirra hæða sem orðið vill. Ég sé ekkert eftir því að hafa farið þessa leið því að með þeim hætti í raun og veru hefur trú mín elst
og batnað og vaxið. Eldtrú er leið batnandi manneskja á ferð. Þannig er það. Þannig að Drottinn er allt í öllu og hann á allan heiður að öllu svona og hann vill líka fá heiðurinn, en ég verð þó að gefa honum hann. Og til þess að ég gef honum hann heiður sinn, þá horfi ég á hann, en ekki kringumstæður og aðstæður og eitthvað sem að skeiði fyrir ógurlega mörgum árum síðan og til þess að vera að rifja það upp. Það er náttúrulega engin ástæða til þess, en það er svo mikil heiftótt í manni. Það er svo mikil heiftótt í manni og maðurinn er endalaust að minna sig á það að hafi verið brotið á honum. Og hann er bara þar. Og hvað ætlar að gera í því? Þú getur ekkert gert. Nema bara haldi áfram með þitt líf og þitt trúarlíf og að vaxa í trúnni. Því að þó einhver annar sé einhver þvergirðingur hvað þetta varðar, þá á það ekkert neitt að hindra því að vaxa og Drottinn sér sína og hann sér vilja minn og þinn til þess að vaxa og við vöxum. Og er það ekki það sem við viljum? Það er það sem við þráum. Það er það sem allir þrá sem mannabor hafa tekið við Kristi. Margir menn og konur sem hafa tekið við Kristi en eru ennþá bara börn í trúnni. Af hverju? Af því þeir hafa aldrei leyft trúnni að þroska sig. Þannig að við ráðum öllu þar hvar við erum í dag að trúarlegu leyti. Og eitt af því sem allir sem að vaksa og sýna það í verki að þeir hafi vaxið, já, í verki við þurfum að gera það. Það er ekki nóg að segja það, við þurfum að gera það í verki. Að þeir hafa skilið við alveg helling úr sinni fortíð. Við höfum öll okkar fortíð. Við erum búin að suma okkur, erum búin að skilja við megnið af þessari fortíð og við lifum bara hér og nú, í núinu, eins og sagt er. Við getum þetta alveg. Það er Kristur, hann er í núinu, hann er hér og nú. Hann var í gær, jú, en nú er nýr dagur. Og hvað ætlum við að gera við hann? Ég vil hvetja sjálfa mig og aðra með mér til þess að nota daginn til að vaxa í trúnni. Og þetta á að vera markmið, að vaxa í trúnni. Og við gerum það með því að henda okkur til að mynda í orði. Það er alltaf grunnurinn og öllu öðru hjá okkur, orðið. Og það er næringi fyrir hjarta mitt og það sem að hjarta mitt þráir og hrópar eftir að fá, já, á hverjum degi. Alveg svo maginn er að kalla eftir mat á hverjum degi, þá hrópar hjarta eftir orði Guðs á hverjum degi. Og svo litlum vangaveltum það á hverjum degi. En þetta er ekki hægt að skipa neinum í þetta og það er alveg sama í raun og veru hvað menn segja, jú, þeir segjast gera þetta, segjum það, en svo eru þeir ekkert að gera það. Og hvern eru þeir að skaða, allavega ekki mig eða hann sem bendi á þetta, heldur sjálfan sig. Og svo horfuru á einstaklingin og sér slóðina, þetta er ekkert nema vandrað slóð. Svo horfur á annan sem að þú sér það er öflugur trúmaður. Akkur er hans slóð svona öflug? Af því hann gafst Guði á vald. Þetta er munurinn. Þetta er afstaðan sem er munurinn og að velja það sem er Guðs. Þetta er allir galdurinn við þetta. Og viljum við það ekki? Ég veit alveg hvað menn vilja. Þeir elska þetta, en gera þeir þetta. Sumir gera þetta, já, og þetta er fólki sem stendur upp úr í trúarvakningunni. Já, trúarvakningunni. Vakningin er ekkert að koma, hún er komin. Hún kom með þér, því að þú ert alltaf að vaxa. Þannig að við gerum ekkert lítið úr því sem er að gerast. En þegar við tölum trúarvakningu, þá erum við að tala einhverja breiðfylkingar og allar kirkjur fyllast. Já, það lítur að vera gaman. En af hverju fyllast er það ekki alltaf? Það er alltaf verið að vinna á akri Guðs, það er fullt að vinna. Af hverju fyllast ekki allar kirkjur af fólki? Að því ég var að tala um það áðan, að trúin kemur og menn bálast upp í trúnni, en svo kemur óvinnurinn að þessu og hann slátar þessari trú. Og menn jafnir liggja við veginn helst særðir. Hvað er að liggja við veginn? Það er að afrækja sína trú, það er að liggja við veginn. Gera ekkert með sína trú, það er að liggja við veginn. Vera í einhver allt öðrum pælingum og sýsla við allt annað heldur en sína trú, það er að liggja við veginn. Því að þetta fólk sem liggur við veginn, við vitum að það er engin vöxtur þar. Það er heldur engin vöxtur hjá fólki, mönnum og konu sem að rækja ekki sína trú.
Þannig að þetta fólk alveg aðskilið í raun og veru, með raun og veru hefur aðskilið sjálft sig frá þeim raunveruleika tilheyra Kristi, en það samt trúað. Það einhver neisti í hjartanu sem vill gera betur. Það vegna þess að trúin þannig byggð upp hjá Guði að þú vilt alltaf gera betur. Sama á hvaða stað þú þá viltu alltaf gera betur. Þú vilt ná í þetta sem þú kynntist einu sinni í Guði og það þarna. Það býður bara eftir. Bara farðu þangað aftur. En þú voru þá auðvitað að sleppa öllum óheiðarleika og öllu því. Ertu til í það? Ég veit að þú þráir það. En af hverju gerur það ekki? Það vegna þess að þú ert veiklunduð manneskja. Þess vegna gerur það ekki. Og þú ert með fullan huga af einhverjum vonbrigðum og reiði og biturleika og þetta bara hefur merkt þig alla þína ævi. Og ekki komið tími til að fara að sleppa þessu? Ekki tími til komin að fara að leita leiða til þess að losna frá þessu? Ég gat það. Ég veit margar sem hafa getað það. Og ef einn getur það, þá getur þú það líka. Þú gerir það í gegnum trúna þína. Þú átt alveg jafn öfluga trú og ég og hver sem Mesti trúmaður í öllum heimi, ef hann til, þú ert með þessa trú. Því að trúin bara ein stærð og þú fékkst hana gefins. Sumir hafa unnið mjög skynsamlega með sína trú og þeir eru þessi tré sem bera ávöxt, mikinn ávöxt. Og af hverju bera þeir svona mikinn ávöxt? Það þeir fara eftir því sem Drottinn að segja. Það lykillinn að því. Og ef einn getur farið eftir því sem Drottinn að segja í sinni trú, þá getur þú það líka. Þetta eiga að vera fyrirmyndirnar okkar. Og þessa menn höfum við í Biblíunni sem fyrirmyndirnar okkar. Við höfum Pál, við höfum Pétur og alla þessa kappa og náttúrulega þetta fyrstan og fremstan Jesús sjálfan sem vann þessi verk og gerði alveg mikið af hlutum sem að hann segir að við getum líka gert. Hann reistu menn frá dauðum. Hann segir að ég geti líka gert það. Þeir voru að reyna að lækna þarna einhvern og þeir gátu það ekki og Kristus má sneykslaðist á þeim að þeir skildi ekki hafa geta það og þeir spyrja af hverju gátu við þetta ekki. Ykkur skorti trú, segir hann. Ég trúi því að þessi maður fái lækningu og hann fékk lækningu. Ég trúi því að þetta gerist fyrir mitt líf, og það gerðist fyrir mitt líf og svo framvegis og frá, ég þarf að trúa þessu. Ég get að lofa þér því að það sem uppgjöfin merkir allt, það ekki mikil trú. Og þetta eru mennirnir sem alltaf liggja meira og minna við veginn. Þeir rísa stundum upp og verða eitthvað aðeins meira en að liggja við veginn. En svo þeir aftur lagstir við veginn, farin að pæla í ykkur allt öðru, heldur en trú. Þetta að liggja við veginn. Það að pæla í ykkur allt öðru heldur en sinni trú. En þú átt trú. Og það máttu eiga og hún verður aldrei frá þér tekin. En nú komið tími og nú komið frá spurningur á Jesú hvað þú ætlar að gera við hana. Ætlar að leyfa hana að vaksa eða ætlar að bara leyfa hana að sofna út? Sumir missa sína trú. Vissirðu það? Það er að fara svo langt með þessi út í kant að maður hreinlega missa sína trú. Hún bara sofnar í þeim. Og hvernig hægt að ræsa hana? Ég get ekki ræst hana allavega. En ég veit bara svo lengi sem maður lifir að þá og hefur alltaf vondið þess að snúa við og koma aftur inn. Og þessi saga týndasonin sagan þetta. Og hún gilti fyrir hann, hún gildir líka fyrir alla hina. Og hvernig snýr hann við? Hann var við dauðans dyr. Það var enginn sem gaf honum að eta. Og hann reyndi að eta það sem var svínin átu, sem lagsta þrepið í þessu öllu saman. Hann var þar. Þá vaknaði hann. Þá rifjar hann upp dýrðina sem bjó í húsi föðurnar. þar sem allir höfðu nóg að bíta og brenna og já, gott samfélag, en hann flúði frá vegna þess að hún fannst það ekkert gott. En nú vildi að fara þangað aftur. Það er þetta sem er að snúa við. Og það var tekið vel á mótunum. Faðirinn, Guð sjálfur, hann fór út annars slagið og gáði hvort að sonurinn væri nú ekki að koma í dag. Þetta gerði hann lengi. Svo allt í einu sér hann þennan strák koma og hann fagnaði. Og sonurinn var komið með rullu sem hann ætlaði að setja fram fyrir föðurinn til þess að blíðka hann.
Hann fekk aldrei neitt leyfi til þess að fara með sína röllu því að fögnuðu föðurins var svo mikil bara yfir því að fá hann tilbaka og það er þetta sem gerist þegar við snúum við. Hvertu núna? Ég veit ekkert um það, en kannski ertu ekkert á góðum stað. Ég veit ekkert um það. En þú getur alveg komist á þann stað sem þú varst einu sinni í Guði og farið miklu, miklu hærra núna heldur þá. En þú voru að byrja á því að koma tilbaka. Ekki með einhverja hendi í huga og hefnigirni. Þú munt aldrei komast löndni strönd ef þú losar þig ekki við þetta. En þú ræður alveg hvort þú haldir í þetta eða losar þig við hana. Ég hef ekkert með það mál að gera og reyni það ekki einu sinni. Einu sem ég get gert fyrir þig bara að benda þér á leiðina út úr þessu. En það er mjög erfitt að eiga við þetta og nú vitnum við aftur í sögunum Tindasoninn að hann í raun og veru, það gerðist ekki til honum fyrir hann bara uppgötaði það að einu sem átti miklu, miklu betra líf með föðurnum. Þar sem að verkamennirnir og vinnumennirnir hjá honum höfðu nóg að býta og brenna og alltaf öllu, en hann var í þeim aðstæðum að hafa ekki neitt. Nema eitthvað auman sig sem var að deyja úr sorg og leiðindum. En þarna keyrði hann í sjálfan sig og sagði ég vil fara aftur tilbaka. Og hann gekk tilbaka. Við veitum hann samdi rullu til þess að bera fram fyrir föðurinn. En hann fekk aldrei tækifæri til þess að fara með henni á rullu. Föðurinn var alveg nákvæmlega saman með þessa rullu. Eina sem hann gladdist yfir var að strákurinn var komin aftur. Það var það eina sem hann sá. Og ekki bara sá, heldur gerði hann allt sem hann gat til þess að bara fagna. Og hann slátraði allir kálfunum eins og við vitum og svo var slegið upp bara risa veislu vegna stráksins. Átti hann það skilið? Já, hvað er eiga skilið? Ég veit ekkert um það. Ég örugglega ekki að okkar áliti átti hann það skilið. En faðirinn var heldur ekkert að velta þessu fyrir sér. Hann var bara glaður í sínu hjarta yfir því að þessi einstaklingu var komin tilbaka eins og sagði við eldri soninn sem var eitthvað að fúkirðast út af þessari veislu og þessu reyfla þarna sem að sólundaði öllu. Hann horfði ekkert í þetta. Mér bara að fagna. Bróðir þinn sem var dauður er nú lifnaður. Já, hann var dauður. Það er alvarlegt. Dauðinn er mjög alvarlegt mál. Drottinn veit alveg hversu alvarlegur hann er og hversu alvarlegur er hann. Ég skal segja það. Þú lifir áfram þó þú deyir. Það er alvarleikinn við lífið. Og þess vegna kom Jesús til þess að opinbera þetta og til að gera okkur það skiljanlegt að það er meira heldur en bara þetta líf. Og þessi mæða og þessir mæðudalir sem við erum syngt og heilagt í og bætungur á ofan í salt sjálft með alls konar þanga sem er ekki góður þangi. Og við erum að umgangast alls konar fólk sem er ekkert að hafa neitt góð áhrif á okkur. Þessu öllu saman vil Drottinn breyta, en við verðum líka að leyfa honum að breyta. Og ég er alveg sammála því að það kannski getur verið erfitt að breyta, að við erum svo vanaföst á. En samt þurfum við að breyta ýmsu hjá okkur, þar að segja við viljum fá þetta líf sem er betra líf og ég veit að menn vilja það. En hverju er þið tilbúinir til að fórna? Öllu segja menn bara með gorgir. Svo þegar kemur að því að fórna þá vil ég engu fórna. Þannig að þetta helst alltaf við. Og menn eru alltaf bara út í kanti og að veltast þar í einhverju sjálfsvorkun og volaði. Þetta á ekki svo að vera. Þetta er ekki það sem Drottinn dó fyrir. Hann dó fyrir lífi nægtum, alls nægtum. Og þetta lifa allir þeir sem að vita hvað trú snýst. Ég til að mynda lifi í alls nægtum. Mér skortir ekki neitt. Ég hef alltaf öllu. Og alla í raun og veru þá peninga sem ég þarf á að halda. Þegar ég þarf á þeim að halda. Því Drottinn hefur kennt manni nægjusemi. Hann hefur kennt manni það að nota peningana skynsamlega og maður hefur gert það. Með þetta litla sem maður hefur. Og það hefur alveg algjörlega nægt mér og ég þakkláttur fyrir að fá þetta sem ég hef. Og ég þarf ekkert meira en bara það sem nægir mér. Vildi ég gera eitthvað meira en
geri. Ég veit ekkert um það. Ég er nú ekki sá maður að vera að hugsa um eitthvað sem ég gæti mögulega hugsanlega gert. Ég veit það bara ef ég vildi gera eitthvað þá gæti ég það. En það gæti líka kostað mig það. Ég þyrfti að leggja eitthvað til hliðar og safna til þeirra tíma. Það hefur maður gert á þess að maður sé með neitt í gangi núna því að maður er svo sem ekki með neitt plan um að fara eitt eða neitt. En það getur alveg vel verið að það breytist. Og maður tækir sér eitthvað smá frí, já, erlendis og þá þarf ég að leggja til hliðar og ég mun gera það líka ef að því kemur. Þannig að maður þarf að ákveða þetta allt saman með einhverjum fyrirvara. Og það er líka allt í lagi og ekkert að því að ákveða eitthvað með fyrirvara. Það er bara það besta mál. En aðalatriðið er að lifa með Guð í dag, lifa með Jesú í dag og ef þú ert í kantinu búin að vera það lengi, drífðu þið það. Ég get ekki drifið þið það. Vertu bara týndi sonurinn sem að varst komin á endastöðjurinn og verið með sjálfa þig og þá vaknaðu. Segjum það, alveg svo hann. Og sagan þín verður þó saga týnda sonarinn sem á endanum drattaðist til föðurins að því hann sá að þarna var best að vera og þar var ekkert breytt. Hann kom inn í sömu dyr og hann fór úr og vildi ekki lengur vera í. Og hver er munurinn? Afstöðu munur, leiði sem að raka hann út, hann nefndi sig ekki lengur og svo kemur hann að alvörunni og horfist í augu við dauðan, þá vaknar hann. Ég vil lifa, sagði hann. Og hann vissi hvar hann fengi lífið, hjá föðurnum. Það hefur ekkert breyst. Veist þú hvað lífið er? Akkur ertu að hlaupið frá því? Akkur viltu að vera þar í einhverju hefnigirni og hatri? Nei, maður skilur ekki fólk. Og það er ekkert sem ég get gert nema bara tala um þetta og benda á þetta og nota orð Guðs mér til staðfestingar hvernig þetta er. Við vitum þetta er svona. Og þetta er ekkert flókið. Þetta er einfalt. Eins og trúin er. Trúin er mjög einfalt form. Hún hefur verið það fyrir mig allar götur og ég hef alltaf bara haft hana einfalda. Ekkert verið að flækja hana neitt fyrir mér og ekkert verið neitt að þannig séð að reyna að skilja eitthvað sem ég skil ekki. Því að svo langt er ég komin í þess að ég veit að ef ég á að skilja þetta þá mun ég hvort ég skilja þetta þá síðar verði. Og okkur má það ekki koma síðar. Ég er ekkert að fara neitt. Ég er á þessari leið. Ég er á þessu stað núna í Jesú nafni. Eftir 1 ár þá verð ég komin eitthvað allt annað í Jesú nafni. Segjum það. En ég er ennþá sömu leið. Ég er bara á þessari göngu. Og ég gengur í hlið Drottins sem er alltaf á ferð. Alltaf með stefnuna með mig til ríkis Guðs og himnum. Því að það er eilíðin. Hann frelsaði mig til þess að ég höndlaði eilíðina. Hún er ekki hérna. Hún kemur þegar að jarðvistinni hérna líkur. Þá birtist hún. Og þá tekur við það sem ég valdi. Þess vegna segi ég vel ennþá Jesú. Og Guð hjálpi mig til að velja hann bara það sem eftir er af mínu lífi. Ég veit ekkert hvað það verður langt. En það er ennþá í gangi og það er ennþá tækifæri fyrir mig að lofa Drottin. Benda fólki á að lofa Drottin og skilja frá þessa og þessar eimdar hugsanir og haturs og hendar hugsanir endalausu. Hvað vit er í þessu? Ég sé ekkert vit í því og ég held að þú sjáur heldur ekkert vit í því jafnvel þú sért á þessum stað. En ef menn vilja vera þarna þá verða þess alltaf bara áfram og sumir eru búin að vera þarna mjög lengi takt eftir því. En við vitum og allt þetta fólk veit að það er ekki hamingjusamasta fólk í öllum heiminum. Það er bitur, það er reitt vegna einhver atburð sem gerðust sem það jafnvel átti alltaf upptökin að. En hefur aldrei séð að það eigi þarna upptök. Og það er erfitt við þetta að eiga. Það er erfitt að eiga við suman þanga fólks. Og maður ræður engu hann, en maður getur sagt sannleikan. Maður getur bent á orð Guðs sem er sannleikur. Og að þeirri stund kemur að menn sjá þetta sem sannleika og það rennur upp fyrir þeim ljós. Jú, það var miklu betra að vera í ranni Guðs. Og ég er tilbúin til þess að koma þangað aftur og bara fá að vera þar. Já, sem daglaunamaður, eins og hinir daglaunamennir út í það fer. Því að þarna er miklu betra að vera. Því að þessir daglaunamenn hafa það miklu betur en ég. Uppstaðið. Þetta er að beita skynseminu fyrir sér. En þetta er ekkert að þessu vakna nema því að trúin fekk að vakna á nýjan leik.
þegar týndi sonurinn horfði ofan í svínadallinn og þá vaknaði hann. Þá allt í einu rann það upp fyrir honum sín staða og það sem hann átti og hafði. Og þetta dreif hann af stað. Erum við að láta það sem við höfðum og sem var miklu betra drífa okkur á stað? Í hvað? Í það sem var. En við hlupum frá og erum ennþá reið og bitur úti og komum gegn jafnvel með skipulögum hætti. Til hvers? Hvernig ætlar að sigra? Ætlar að sigra Guð? Ég held þú getur það ekki. Hann hefur aldrei verið sigraður og verður aldrei sigraður. Hann verður alltaf sigurvegari því hann ræður öllu. Bendingur á honum og allt þitt plan koll. Bendingur á honum og það rís upp alls konar gott í kringu þig. Þetta allt í hans höndum. Þetta gera hann fyrir trúna. Að því hann sér að maðurinn á til trú, þá lætur hann allt blómstra í höndunum á sér. Og þetta vilji Guðs að þetta sé. Þannig aðgreiningurinn alveg skýr. Þú sem Guðsmann maður, það blómstrar allt í höndunum á þér. En ekki á honum og henni sem ekki Guðs maður. Það allt jafnvel í tómu tjóni. Við getum verið á hinum staðnum. Og tala ekki okkur sem þekkjum Guð. Lifum með Jesú. Já, lifum með Jesú. Það ekki nú að segja, ég þekki Jesú og vera svo út í kanti að gera þar einhver að bömmera einn og eftir öðrum. Það ekkert líf. Það ekkert þetta trúarlíf sem Drottinn vill setja okkur í og hafa okkur undir. Nei, farðu eftir orðinu og þá mun allt þetta veitast þér á auki. Farðu eftir orðinu. Þú vilt það. Ég þarf ekki að spyrja um það. Að því ég veit þanga hjartans í trúaðri manneskju. En trúin hennar bara undir fótunum á henni sem vandinn í þessu máli. Oft á tíðum. Og ætlar að hafa hana bara þar. Ef þú ætlar ekki að hafa hana þar, þá skaltu koma þér út úr því samfélagi sem þú ert í núna. Ég ekki að tala trúarlegt samfélag. Samfélag getur bara verið vinskapu við menn sem þú ættir ekkert að hafa neitt vinskap við. Og þetta vitum við. En við leitum þangað, veistu af hverju, að við þekkjum þetta best. Við leitum þangað sem við þekkjum best. Það ekki að sögla Það að hanga og hjakka í sama fari. Og það hefur aldrei verið neinn lífsvon í því. Að hjakka í sama fari. Og það ekki að fara upp. Það stefna alltaf niður á við. Það ekki að ganga á jafnsléttu. Það að stefna niður á við. Við göngum í jafnsléttu og það ekki nógu gott. Við þurfum að stefna upp á við. Það Jesú. Það vöxturinn. Það meira sem við eigum að fá. Það förum að sækja á brattan. Það þetta, þessi gullkott sem við viljum fá og við ætlað okkur. Viljum við þetta? Þá verðum við líka að vilja leggja okkur þá vinnu sem þið fylgir að fara þessa leið. Að þið geta detta bara og veltast í ykkur sjálfsvorkun. En þar eru allt of margir. Veltast í ykkur sjálfsvorkun. Og þeir fá hvergi hvatningu, segja þeir. Og ef þeir fá hvatningu og þá taka þeir ekki við henni því hún ekki alveg eins útlítandi eins og þeir vildu helst fá. Þeir skamta sér einhverja aðstæðu sem kemur aldrei. Þess vegna eru þeir alltaf við veginn. Að veltast þær í engu. Já, nema þó í þessari ömurlegu sjálfsvorkun sinni. Hún hræðileg, en hún raunveruleg. Alveg svo trúin raunveruleg, þá allt hitt líka raunveruleg. En þú velur staðina sem þú ert á. Já, þú velur staðina sem þú vilt vera á. Ég veit, þú vilt vera á góðstafnum, alveg svo ég. Vertu á það. Og hvað heitir góðstafurinn? Jesú. Vertu með honum. Gefstu honum. Dyrkaðu tilbyttu hann, gleymdu öllu öðru. Byrjaðu þar, bara hendu þessu út, þessu drasli. Og segi, ég lofa þig Drottinn. Og taktu þér svo taki. Losaði við þessa félaga svokölluðu sem hafa aldrei gert þér neitt nema illt. Svona strangt til tekið. Og þú veist þessa sögu. Og hún út allt í kringum okkur. Og líka hinsagan sem tók við Jesú. Hún allt öðruvísi. Hún miklu bjartari. Hún miklu fínni, hún miklu betri. Og þar kannski varstu einu sinni. En hver langt síðan það var? Ég veit það ekki. Ég held að sé hjá sumum áratugi. Ég raun og veru síðan voru það. En það sem þekktu þá, það þarna enn. Alveg svo við sjáum hjá týnda sinnum.
þegar hann horfði í Svínadallinn og það rann upp fyrir honum að daglaunamennirnir og föðurnum höfðu það miklu, miklu betur en hann, þeir höfðu þó eitthvað að borða, þó ekki væri annað, en hann var ekki með neitt. Og hver er staðan? Hversu oft hefur þessi stað ekki verið uppi hjá mönnum og konum heimsins? Það er ekki neitt, það er ekkert að hafa, endalausar sníkjur og hitt þetta og hitt. Það er ekkert líf, okkur ber að sjá okkur sjálf. Hann sagði við mig að drottinn, ég átti nú ekki alltaf mikið af peningum og ég var tíma, ég var nú þar tíma, þá var maður að, já, það sem að helst var frítt að éta, þar var ég, en það var bara tíma. Og svo sagði hann við mig eitt sinn, Konráð, akkur heldur þú að ég hef verið að láta það hafa peninga? Ég var að láta það hafa peninga til að þú keyptir það sem þú þarft. Fæði, klæði og náttúrulega húsnæði og allt saman það, fæði og klæði. Og þetta hef ég gert síðan og það er komin, já, yfir 25 ár síðan þetta var. Og ég á alltaf nóg til. Og þarf ekki að leita neitt nema bara inn í ískapinn minn og frystikistuna og eða panta mér bara meira mat. Þannig lifum maður í dag og er búin að lifa síðustu áratugi. Þú getur alveg verið á þessu stað. Því að þú ert trúi manneskja alveg eins og ég og drottinn minn skaffa þér það sem þú þarf. En hann mun líka kenna þér að fara vel með það sem þú á. Hvað segir það er? En þú hættir þessu sníkjum. Og þú ferð ekki bara þangað það sem er frítt að éta. Og svo framvegis. Það er gott að fá frítt að éta og þú þykkur það. En þú ert ekkert á þeim stöðu þar sem þetta er framboðið. Því að þú ert alveg manneskja til þess að bara sjá þetta sjálf fyrir þig. Það er líf. Það er frjálst líf. Því að okkur er gert að sjá okkur sjálf, svo fremi sem heilsan og já, kraftur líkamans er á þeim stað að geta þetta með góðum hætti. Já, það er annað fyrir menn sem eru kannski orðnir, já, við náttúrulega eldustum öll og líka farnir að heilsa og kraftu. Það er til staðu fyrir þá. Kölluðu elliheimili. Eða hvernig sem, já, hvað sem við kölluðu þar, fær þetta fólk allt sem það þarf. Er jafnvel er jafnvel borin til þeirra maturinn ef út í það fer. En ekki á meðan þú ert fullur heilsu og með fullan kraft, þá gerur þetta sjálfur. Og er stoltur af því að geta gert þetta ennþá. Að þú ert alltaf að lofa Guð. En einn daginn þá förum við öll og það er nú málið og allt í lagi með það. Við vitum hvað tekur við. Ég er vissum fyrir mína parta, ég get ekki tugsað neitt nema mína parta þarna því ég hef ekki hugmynd það nákvæmlega hvar þú er. En ég veit nákvæmlega hvar ég stend sjálfur í þessu. Hvar stend ég? Ég er með blómsegin í höndunum og þennan blómseg hefur drottinn rétt upp í hendurnar á mér. En hvað með þig? Hvað ertu með í höndunum? Eitthvað fúið á fiskið? Eða ertu með alvöru blómseg sem er fullur af lífi? Sem drottinn var að rétta þér bara í þessum orðum. Svona vinnur Guð. Hann er hér og nú. Með allsnægtir hér og nú. Og við viljum þessar allsnægtir. En við sækjum ekki í það nema endur og sinn. Að við sjáum ekki alltaf Guð. Við stundum erum við týnd í sonarinn sem að nennum þess ekki lengur og viljum fara. Og við förum. Og hvar eru við í dag? Leiða menn ekkert mann hugan að því? Ekki gott að segja en ég veit að þeir eru ekki á sama stað þeir voru áður. Sumir aðeins, svo mikið veit ég. En allir geta snúið við. Þessi snúa við á forsetum Jesú, ekki sínum eigin. Forsetum Jesús. Og hafa fyrirgefið allt sem að skeiði, hafi eitthvað skeið, það er nú svona ávaldum það, hafi eitthvað skeið þá fyrirgefa það, að þeir allir geta hangið þessu. Þeir ætla bara að takast á við málin með Jesú. Eins og þeir gerðu hérna í eina tíð. Og þetta er allt saman til staðar, til taks. Og hvað vill ég? Ég vill vera þarna. Og hvað er ekki annar stað? Og ég er þarna. Og hvað er ekki annar stað? Vertu með mér þarna. Og hvað er ekki annar stað? Því að þú hefur jafna rétt á því að vera þarna eins og ég. Við höfum allan sama rétt til að vera þarna, já, á við hvern annan. En við verðum að sækja í þessa bestu staði.
Og besti staðurinn þar sem Jesús boðaður og tilbeðinn. Þar allsnættinda, þar allt til alls. Ef ég verð að sækja þangað, ef ég vill ekki fara þangað, þá fer ég heldur ekki þangað. Ef ég fara eitthvað annað, þá fer ég eitthvað annað. Hvað það? Ég komin út í kant með sjálf á mig. Það að veltast í sjálfsvorkunn og aumingjaskap. Ég segi, ég vill það ekki. Og það það sem eftir stendur. Það það sem gildir. Og það gildir líka fyrir þig, hvað viltu? Viltu þetta eða aumingjaskapin? Þú voru að velja. Hvort viltu? Ég segi, ég vil Krist, ekki hitt. Ég vil ekki vera í einhvernum aumingjaskap. Kannski var maður einhvern tímann. Ég get að lofa því að það eru orðið margt löngu, fyrir margt löngu hafa einhvern tíma verið. En það ekki lengur. Áratugum seinna og í áratugi hefur maður bara blómstrað með Kristi. Og blómlegt og gott líf með Kristi og öllum því fólki sem hann hefur sett mig í kringum og í kringum mig. Og þeir eru nokkuð margir og það eru nokkuð margar sem þannig eru. Ef við erum ekki inn á gafli á hverju öðru bara á hverjum degi, það allt annað mál. Ef við eigum til vináttu, við eigum til virðingu fyrir þessu fólki og það fyrir okkur. Og það það sem við þurfum líka. Það virðing annara. Af hverju? Kristur kemur því til vega að þetta sé með þessum hætti. Ég hef ekkert með þetta að gera. Ég geri verk Krist, þú gerir Kristverk og ég sé það og þú sér það hjá mér og þetta eykur virðingu fyrir fólkinu. Sem þá þessar kristnu manneskjur sem eru sannar í sínum verkum og sýna það hvar sem það er. Hvernig sýnir það? Fyrst og fremst í stillingu, í alls konar aðstæðum. Því að þetta fólk, það lendir í alls konar aðstæðum á hvert sem er. En það sýnir alltaf stillingu í kringumstæðum. Það springur ekki upp og reytir út í sér mörgum ljótum orðum sem í raun og veru fellir alla menn. Þegar drottin ekki hrifinn af ljótatalinu þín, ég get alveg lofað því. Þannig þú getur alveg haft stjórn á þessu. Og þú gerir það ef þú leyfir bara trúnni að vera uppi í þér. Hver staðan með trúna í þér í dag? Er hún bara hvergi sjáanleg? En einu sem var hún svo blómleg og fín. Þú voru bara komaðir aftur á þann stað þar sem hún var svona blómleg og fín. Núna vitnum við aftur í týndasoni sem að allt í hennu uppgöta þá myndi eftir því að daglaunamennir höfðu svolítið 1000 sinnum betur en hann, daglaunamennir, sem var kannski lægsta staðan hjá föðurnum. En samt voru þeim allt. Það alveg sama hvernig við lítum á þessi mál að við skulum hafa trúna ofarlega. Við skulum hafa trúna einhvern stað fyrir okkur til að vera á. Ég lofa þér því, þú fer aldrei út í kant ef þú ert þarna. Aldrei. Það ekki hægt. Þú velur staðinn sem þú ert á. Þú velur að fara út í kant. Þú velur að vera á staðinu þar sem allt blómlegt í kringu þig. Og það hvatningin. Það alltaf hvatningin hjá trúuðum manni þegar hann að tala til annara trúaðra manna. Því að þeir berjast sína trúarinnar góðu baráttu og þurfa oft að hafa mikið fyrir sinni trú. Og sumir að þeim eru kannski á leiðinni núna í þessum tölum morðum út í kantin nenna þess ekki lengur. Og mega alveg nenna þess ekki lengur eða vilja það. Eða vilja það, segi ég. Ég vil þetta ekki. Ég vil vera það sem að lífið blómstrar og þiggur ráð frá Kristi og trúna frá honum, hér og nú. Við sjáum að við höfum allt val sjálf. Og hvað erum við að velja? Að vera einn daginn bara reiður og bitrar manneskjur sem, já, formælum jafnvel allt og öllu og engum og sérlega í kirkjunni. Það ekki dit í því. Það engin glóra í því. Og það fellir alla menn að lokum. Og þeir koma að lokum dyrum. Við munum eftir meijónum þegar þeir koma og banka. Ég þekki þeir ekki. Það var val að koma og seint, gleyma Kristi. Það var val. Það gerðist ekki bara að segja svona. Það var val á endanum. Fólki gafst upp. En svo vaknaði það. Þá voru orðið að seint. Hvað með þig? Hver staðan? Drottinn að gefa þér færi á að bara ressa þig upp í Kristi.
Ég hveti til þess að taka þessa ákvörðun, en ég get ekki gert neitt meira en að hvetja þig. En það má ég þó eiga að ég hvatti þig. Jesú nafni. En við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.